Annað myndband hérna frá Ross the Boss. Þetta þess ég sagði, sko, hann ótrúlega fyndinn, en hann alveg ótrúlega nálagt sannleikanum alltaf í sínu samfélagsmiðla efni. Og ekki nálagt, hann bara hann nær kjarnanum. Og við skulum heyra aðeins hérna, hvernig hann lýsir því, sko, af hverju Donald Trump að vinna. Boy, y'all should have when you had a chance. There's too many of us now. We all think the same, baby. It was always bigger than Trump. Like we tried to tell you guys in the past, if you take him out now, it won't even matter. 7 people will replace him, bro. Who you want? You want J.D. Vance in? You want Vivek Ramaswamy? Who you want? You want Elon Musk running? All of us think the exact same, bro. All of us want freedom. Turns out regular people don't think you should chop off your kid's genitalia. Turns out regular people don't think you should let literally everybody into your country. Turns out regular people don't think their taxes should be paying to go to endless wars nonstop so that politicians get richer and more people get slaughtered. Turns out a lot of people think you shouldn't trust the government, so you should be able to keep your guns. Turns out we don't want the government involved with what we can and can't say because that ends with them controlling everything. Turns out regular people don't want corporations who paid for lobbyists to be able to poison all of America so they can stay rich and get the pharmaceutical companies richer. We haven't even scratched the surface yet on how deep this thing's gonna go, and you're gonna be grateful at the end of it, dude. Hann einhvern veginn að sumera þetta rosalega vel upp að þetta snýst ekki bara að Trump hafi með einhverjum ótrúlegum hætti náða að ljúga sig inn á bandarísku þjóðina og plata alla. Það eru hellingur af fólki, yfir 50% bandarísku þjóðana eins og komið hefur í ljós, sem eru sammála þeim stefnumálum sem að Trump setti á oddinn, og þau eru að hafna þessari brjáluðu vókjaðveiki og þessu menningastríði marxista í raun og veru sem að hafa verið að grafa undan vestrænum gildum og bandarískum gildum á undanförnum árum og þau segja nei takk, og það alveg sama og Donald Trump hefði verið skotinn kannski eða eitthvað, það er komin heill her af fólki sem að vill snúa þessari óheilla þróun við. Hann nefndi þarna Vivek Ramaswamy, Elon Musk, J.D. Vance auðvitað, sem einhvern veginn, ég kynntist honum bara þarna úr Joe Rogan viðtalinu sem var næstu 4 klukkutímar lengt. Ótrúlega heilsteyptur, öflugur gær. Geggjar á Theo Von líka, bara geggjar þar. Þú veist bara, þessi gaur bara flottur, sko. Hann ótrúlega flottur og þetta er sko, þetta eru menn sem að halda á lofti þessum bandarísku gildum og eru trúir bandarísku stjórnarskráni og það er demokratar og stuðningsmenn demokrata hvort sem þeir sjá í Íslandi eða í Bandaríkjunum eða hvað þeir hljóta þurfa að fara í einhvers konar rækilega naflaskoðun þegar að eins og við bendum á kanónur og minna Robert F. Kennedy Jr. er fæddur demokrati, hann er fæddur inn í demokrata sem bara fjölskyldan hans og hann hefur alla tíð verið harður demokrati. Elon Musk hefur alltaf verið demokrati, Joe Rogan hefur alltaf verið demokrati, Tulsi Gabbard var demokrati. Þetta fólk hefur snúist og segir demokrataflokkin ekki vera lengur það sem að hann stóð fyrir. Það er sérstakt ef að demokrataflokkurinn færi ekki í einhverja naflaskoðun. Bernie Sanders segir að mér sé að demokrataflokkurinn til að vera naflaskoðun. Þetta er miklu meira heldur en bara einhver einn Donald Trump hafi skólið einhverjum sigri. Það er eitthvað mikið í Bandaríkjunum og það þarf að skoða það ofan í kjölinn. Og líka bara það að þessi orðræða hjá demokratunum skilur minorities, trans, samkynhneigð, það er ekki því þau eru svo ógeðslega passionate og anti þetta fólk. Þetta er bara til að halda völdin. Það gæti ekki verið meira sama. Þeir vilja bara peningin og völdin og þetta er bara það sem þið ætlar að nota til að fá það, sko. Einmitt, og það er auðvitað réttindi minnihlutahópa er ekki eitthvað sem á að traðka á, en almenningur er komið nóg að því þegar að svoköldu réttindi minnihlutahópa eru farin að valta yfir réttindi meirihlutans, og þá er ég ekki að tala ég meina, í sumum tilfellum þá þarf að verja réttindi minnihlutahópa gagnvart meirihlhutanum að sjálfsögðu, en bara gott dæmi, við vorum að sjá það núna að það er búið að staðfesta það enn og aftur að heimsmeistari, ólympíu gullhafi kvenna í boxi er ekkert annað en karlmaður, því miður, það er erfitt að kyngja því, en það er að segja, þetta er
einstaklingur með XY litninga, inngróin eistu og hvað var Micropenis. Mikrotitling. Já, ekkert leg, ekkert móðurlíf sem sett kallmaður en vissulega, hann hefur kannski intersex er flókið fyrirbæri, sérstaklega þú fæðist í allsýr og eflaust hefur þessi manneskja einhvern veginn kannski trúið því og trúir því kannski enn að hann sé kona eða hann sé kona. Já, vel vera sko. En við erum að tala að við erum að, sko, Donald Trump, þetta var eitt af því sem að kjósendur Donald Trump voru ánægð með. Hann talaði bara, það verða ekkert neinir kallar í kvenna íþróttum. Það er bara, gleymum því. Og þetta er það sem almenningur vill heyra. Alveg sama hvað ykkur góða fólkinu finnst. Fólk vill ekki sjá kalla í kvenna íþróttum. Og fólk vill líka að konur fái prívat salerni á almennings búningsklefa og allt þetta prívat búningsklefa og salerni. Auðvitað væri frábært ef við getum haft auka klósett fyrir fólk sem á erfitt með að sætta sig við kynsitt og verið með eitthvað svona kynhlutlausan klefa en við getum ekki látið að bitna á konunum sem að eiga í mörgum tilfellum þar sem ekki hægt að hafa 3 klósett að þá ásins að gera öll klósett kynhlutlaus sem gerir það verkum að konur hafi ekki lengur privacy. Kallar hafa reyndar ekki heldur en ég hef minni áhyggjur af þeim. Það er bara, þetta er þú veist, eins og J.K. Rowling hefur bent á að þessi bylgja er að valta yfir kvenréttindi en það er það sem að þetta góða fólk lokar algjörlega augunum fyrir og sjáum bara þegar almenningur hefur talað að þá vill hann þetta ekki. Það er bara, þetta er ekki flókið.